Herðu, þá komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyrar til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski ætlum við að byrja á því að það er stór tíðindi í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örugglega taka mjög vel á mótunum, Kínverjarnir, Xi og félagar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn? Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsetningu þegar það tekið á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verður tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en náttúrulega verðum að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru aðilar sem að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni þannig að þetta ekki neinir vinir, það er fyrst og fremst samkeppnisþarna á milli og þarna verða viðskiptasamningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar einhverjar Boeing-þotur og samið sojabaunir eitthvað, það er stórt mál fyrir Bandaríkin. En það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að náttúrulega Íransstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því. Þannig að Donald Trump er ekkert í sterkri stöðu. Hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minnka útflutning á sjaldgæfum málmum til Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Íransstríðið að það er sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann er að gera vitleysu. Og náttúrulega Trump gerði Reagan vitleysu. Ég held það heimskulegasta sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi, þetta stríð í Íran. Og þarna hefur verið gengið mjög á vopnaburði Bandaríkjanna. Ég var að hlusta á til dæmis á senator Kelly sem er í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjalla það óbellega hvað Bandaríkinn hefur gengið gífurlega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé opinberlega til umfjöllunar en allavega fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirgðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirgðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort Persaflóanum fór til Kína þannig að til lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo náttúrulega Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnahagslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttufundur, þetta er náttúrulega samkeppnisaðilar sem að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í held ég í mun sterkari stöðu heldur allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íransstríðið og Xi Jinping mun örugglega pressa á Taiwan málin að Bandaríkin sé ekki að senda eins mikið af vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera en þetta verður eitthvað svona spil en ég er ekki viss að muni gerast mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verður einhverju viðskiptasamningar og ég býst í því að Kínverjar vilji þess að segja það tekið á móti Trump með mikilli viðhöfn ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikill vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum með að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega er gífurlega erfitt fyrir Bandaríkin en ég held til eins og sér til lengri tíma ef að Íransstríðið heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsdrifið hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út til Bandaríkjanna og til Evrópu til ríkari landa að þá skiptir máli að þessu stríði ljúki á einhverju tímapunkti þó það verði ekki alveg strax. Nú hefur á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjanna. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjanna með því en það veikir stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni.
Íransstríðið veikistöðu hans í Miðausturlöndum, í ríki sem hafa treyst á vernd Bandaríkjanna hugsa sig af því að eiginlega kemur í ljós að Bandaríkin geti ekki veitt þeim slíka vernd og þá hljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sinn gang líka. Er það þannig að í hvert skipti sem að staða Bandaríkjanna veikist í alþjóðamálum að þá styrkist staða Kína? Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessar stofnanir sem við erum að tala eins og Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington, rétt við Hvíta húsið, nálægt við Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkjunum með aðgang og völd þarna og þessar stofn og svo GATT sem var alþjóðastofnun. Að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meðan Kína sem að er ekki sá aðili sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tollar. Já, Evrópa vill það líka. Þannig að þá gæti skapast sameiginlegur vilji Kína og Evrópu í því að halda lífi í þessum stofnunum sem Bandaríkjamenn eru. Já, ég held að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það er undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið það er svo að benda varðandi Evrópu. Bandaríkin að veikja sína stöðu alls þar, hvort sem það er í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem er kallað pivot til Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri lógist. Í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem er algjör vitleysa. En eins og með NATO, náttúrulega þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu NATO-ríki séu búin að samþykkja það allir með spátn held ég. Við erum að samþykkja að það fari í 5% verkefni landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her, þá er það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásarstríði, sem er ekki hlutverk NATO, og svo dregur hann mjög í efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íransstríði, að þá sé 5. greinin ekki lengur endilega gild. Þannig að það er búið að grafa ábáslega mikið undan NATO, þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sumir keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara, það er hlægileg staðhæfing að fullyrða það að NATO er í mikilli óvissu. Þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst, ok? Ef við tökum Miðausturlöndin eins og þú varst að benda á, þá eru lönd eins og United Arab Emirates eða Sameinuðu arabísku furstadæmin, Saudi Arabia, Kuwait og lönd þarna í kring, Írak og lönd sem hafa leyft Bandaríkjunum að vera með herstöðvar í sínu löndum með það í huga að þau væru öruggari. En núna kemur í ljós að þessar herstöðvar sem Bandaríkin hafa fengið að reisa og líka í Katar, það sem stærsti flugherinn var, Miðausturlöndum frá Bandaríkjunum, að þær hafa orðið skotmark og maður er bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í Miðausturlöndum og maður tekur alla frétti sem maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi. En svo hefur bara stöðin svo CNN farin að sýna loftmyndir af mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vaknar spurningin, ætla Bandaríkin að reisa þessar herstöðvar, endurreisa þær? Hvers vegna gerðist þetta, hvers vegna var ekki hægt að verja það betur en þetta og svo líka hitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og fleiri lönd þarna, Kuwait og fleiri, munu þau vilja vera með bandarískar herstöðvar miðað við það að þessi herstöðvar verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá Miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist Bandaríkin leggja aðaláherslu á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem þarna að ræða. Þannig það er óánægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er Bandaríkin vegna þess að sérstakt samband eins og þú veist milli Ísrael og Bandaríkjanna verja Ísrael. Þessi lönd eru út undan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnst að tökum Katar sem er í gasi
ég held að hér er eitthvað 17%, hér er 20% af gasinnviðum Katar hafi eyðilagst í þessum átökum. Og Íran, svo maður líka að heyra það, annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sína vopnabirgðir í þessu stríði við Íran. Á sama tíma maður að heyra það að Íran sé ennþá á miklu leyti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að þau geti ennþá gert miklar árásir og geti beinlínis eyðilagt orkuinnviði þessara landa. Og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir því að vatn í Katar og Sádi-Arabíu löndum kemur úr Persaflóanum sem eimað og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessu ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimerkur. Það er alveg ótrúlegt að koma til Katar, ég var þar að ferð fyrir eitthvað tveimur árum og þetta er bara eyðimörk en þeir hafa nóg vatn og það er eimað vatn úr Persaflóanum. Ef að þessar stöður verið eyðilega, það tekur mörg ára að byggja þetta. Þannig að Íranar geta bara eyðilagt þessi lönd og þetta er að allavega farið mjög langt í því eyðileggja þau. Þessum til dæmis leyfði Sádi-Arabíu ekki Bandaríkjunum að nota þeirra, vill ekki að þeir noti þeirra flugsvæði eða flugumferðarsvæði fyrir árásir á Íran, af því þessi lönd óttast að Íran muni ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orkuinnviði og líka þessar eimingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg. Þannig að þetta er slæm staða, var þetta Austur-Asíu. Má ég aðeins staldra við þarna í Miðausturlöndum? Af því að sömuleyti árásir Bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram. Annars vegar það að Bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árásargetu raunverulega til þess að eyðileggja þau, ef þeir eyðileggja þar sem þeir eima sjóinn til þess að geta fengið vatn. Það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn. Þannig að þá ef maður ætlaði svona bara að leyfa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi, að þá myndum maður segja sem svo að þessi lönd get ekki stemt að varanlegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vernd Bandaríkjanna og reyna að halda friðinn við Ísrael, að þá fær það búið í friði. Afleiðingar árásar Bandaríkjanna á Íran draga eiginlega fram að Íran er í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið. Þannig að Íran er að sömuleyti, þeir sem að draga þetta fram gætu sagt þess að Íran er auðvitað sigurvegari stríðsins. Því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormússundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að vilja sigla inn, það sem að löndin sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga eða þá löndin sem eru að kaupa á þeim. Þannig allt í einu er komin svo staða að staða Íran er miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftárásirnar. Já, samt voru við nú að tala það á þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormússundi. Það myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Já, það bara telst ekki með það sem að við segjum. Sá þetta alveg fyrir. Það telst ekki með það sem við erum að segja. Ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að... Já, það er alveg rétt hjá þér að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkert í staðar áður. Hormússundi var opið. Nú er það lokað. Og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að verða fyrir gríðarlegum loftárásum, svo miklum að Bandaríkin eru að tæma vopnabúk sín og það er nú ekki spáraði sem að þeir hafa haft yfir að ráða. Ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir. En allavega, þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fer í gegnum $2 milljónir og þeir vilja fá borgað í kínverskum gjaldmiðli. Jafngildi $2 milljóna fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tunna á hverju skipi. Það er svona venjulega stór skip, 2 milljónir, heimurinn þarf allir svona 100 milljónir tunna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borð í einu svona skipi. Og það er þá $1 cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara þarna í gegn. Það er ekkert opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt voðalega miklu máli
í sjálfu sér á olíuverð því að tunnan hvað núna yfir $100. Það verið $1 á tunnuna, $2 milljónir á hvert skip sem er með 2 milljónir tunna borð. Við getum sagt sem svo ef að þetta er gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíuverð snarlækka. Af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollar á tunnu heldur en að Hormúsundur lokað. Alveg klárlega. Hins vegar að Bandaríkin segja að Hormúsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykkja þetta sem von er og þannig að og á meina Íranir segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkenndan rétt okkar að stjórna Hormúsundi. Og þeir vilja svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru frystar sem þeir eiga einhverjum $100 milljarðar eða eitthvað, vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðvar Bandaríkjanna við Persaflóan og refsiaðgerðir verið aflétt. Þannig að Íran, og svo í tillögunum sem að Íran sendi, sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega, þá var ekki talað kjarnorkuvopnin. Íranar vilja semja þetta fyrst, hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af Hormúsundi, hvenær fáum við okkar frystu eignir tilbaka og svo framvegis. Þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorkuvopnin og það sem þetta úran sem þeir eru búin að auka. Á meðan Bandaríkjamenn vilja byrja því að tala kjarnorkuvopnin fyrst áður en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja að það líkurnar á því að Íran muni koma sér úr kjarnorkuvopnum sem að ég held að enginn getur komið í veg fyrir að þeir vilja það sjálfur, að þær hafa aukist, en svo má líka þessari stöðu sem er að hafa við Hormúsund að það sé svona hérumbil eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta lokað Persaflóanum. Það er svona efnahagslegt kjarnorkuvopn kannski, efnahagslegt kjarnorkuvopn. Já, maður segja að þetta sé svona, efnahagslegt kjarnorkuvopn, það geta stoppa 20% af öllum olíuflutningi í heiminum og það sem er líka alvarlegt er með ábyrgðin sem að fer þetta í gegn, það er 30% af öllum ábyrgði í heiminum, það er mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og bændur eru núna að sá og það er verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrgð. Þetta mun hafa áhrif að heimsmarkaðsverð á matvælum. Svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Og einhverjum tímapunkti munu sennilega Kínverjar stíga þarna inn og Rússar líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkert komið þangað og ég held að Xi Jinping til skammstíðum hafi voðalega lítinn áhuga á því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og allavega ekki að þessum fundi. Hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkert mikið meira heldur en það held ég með þetta mál. En allavega, ég er að samanlega svo bendir á að þarna er Bandaríkin með þessu afleiðingum og Ísrael sem náttúrulega er að baka við þetta miklu leyti, búin að afhjúpa sig að því leyti að Íran hefur þessi völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í Persaflóan, þau eru mislýst þetta sem kosti eitthvað $1,000-2,000 stykkið. Þetta eru ódýr vopn og sem geta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held eins og hafi verið að gera eins og verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þarna eins og Sádi-Arabía vísu búin að leggja olíuleiðslu þvert yfir Sádi-Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leiðslu kannski frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt, það er einhverju möguleikar en það er takmarkað þannig að Íran mun núna á næstu árum og áratug allavega þangað til verður kannski búið að fara í einhverja aðrar innviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafði ekki sýnt áður. Og þetta var allt fyrirsjáanlegt. Kínverjar eiga miklar olíubirgðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur frá ríkjunum þarna í kring. Já, ég hef heyrt að Kína eigi, þá eru nefndar tölur í 1 milljarður tunna, þeir eiga miklar olíubirgðir og hafa tryggt sig vel í þessu að lönd eins og Japan og Suður-Kórea standa ekki þess vel og svo Philips standa sérstaklega illa og
ef við förum aðeins að tala Austur-Asíu sem ég ætlaði að byrja á, þá náttúrulega gera Bandaríkin þetta fara í þetta stríð án þess að hafa nokkuð samráð við iðnríki eins og Japan og Suður-Kóreu sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum. Þetta bitnar fyrst á Austur-Asíuríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvað halda þessi lönd Bandaríkin. Er þetta að treysta Bandaríkjunum? Er þetta að treysta því að ákvarðanir séu teknar í Bandaríkjunum séu einhverju vit, og ég sagði það að ég held að þetta sé einhverju vitlausasta ráðstöfun sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkjanna að fara í þetta stríð, og ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót, og þetta er náttúrulega staða sem mjög alvarleg, og svo líka maður hélt að Bandaríkin ætlaði að styrkja sína stöðu, en það alls staðar virðast vera Bandaríkin bæði í Evrópu, í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu, öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt fyrir Bandaríkin, eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn. Og svo annað sem ég var að heyra Asíanlöndin sem við vorum að tala þegar við vorum með þætti frá Asíu, þau eru 11 lönd og í þeim hópur eins og Indónesía, Malasía, Víetnam, Tæland, þetta allt fjölmennlönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánuð til að halda ASEAN-fund í Rússlandi til að ræða við Pútín orkumál og siglingaleiðir. Þannig að maður sér það að leiðtogarnir halda fund með Pútín út af því þeir náttúrulega áhyggjur af því hvernig á að leysa þetta, sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram. Og varðandi Íran-mál þá tókast tvennt hjá mér, það hans vera ef maður skoðar kröfur Íran, Trump lýsti þeim sem totally unacceptable, það kemur bara ekki til greina. Alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran, þessi Bandaríkjamenn eru tilbúin að gera, svo kröfum Bandaríkjanna, þá aðalega var þetta kjarnorkuvopn í Íran, sem Íran vill alls ekki gera, tregðast allavega mjög til, að það alveg ofboðslega langt á milli. En á móti kemur að allt heimsæfgerið getur orðið fyrir svo þungu áfalli, að ég held að öll stórveldin muni sameinast að reyna að ljúka því á einhverjum tímapunkti að við erum reyndar ekki komið þangað ennþá. En það er ljóst að Bandaríkin hafa náttúrulega með því að gera þetta, þá er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöðu í þessum heimshluta og sem verður ekki tekið tilbaka, og að Bandaríkin hafa verið þekkt fyrir það að vera flink lægin í því að mynda bandalög, þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitinn, en líka samstarfslöndin í kringum Persaflóann sem hafa leyft Bandaríkjunum að reisa herstöðvar víða þar, og svo Austur-Asíulöndin að þessi allt svona traust, það hefur minnkað og það mun þetta veikir Bandaríkin til skamms tíma litið og tekur örugglega langan tíma, það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Sumuleyti er þetta út af Trump, en sumuleyti kannski er þetta bara því að þegar þú ert komin í fjölbóla heim, áttu bara að koma með svona samkeppni. Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistök í utanríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi, en ég held að Trump og Hegseth og fleiri taki ekki undir það, og þegar maður er að hlusta á þá mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna, allavega opinberlega. Þá eru þeir að segja við eittum flughernum þeirra, við eittum sjóhernum þeirra, við stórsköðuðum forystu landsins með því að myrða fólk, og við bombardurum þarna og sýndum þeim að þeir og við getum haldið því áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur, og þess vegna eiga þeir raunverulega koma skríðandi til okkar og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónarmið Bandaríkjanna sem stenst síðan ekki raunveruleikann, og að fá Trump og félaga til þess að skrúa sig ofan að því að þeir séu búin að gera sigra andstæðingin í því átta sig á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru byrjar á hann. Ég sé ekki alveg ég sé ekki Trump fara þessa leið. Nei, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum, aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat hjá þeim heldur en úr Hvítahúsinu. Við vitum alveg að Trump, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega mjög takmarkað, og hann er með Witkoff og Kushner
hann með einhverja algjöra amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að get ekki samið neitt, eins og komið í ljós með Úkraínu, get ekki samið skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja hann að sé snillingur og þá þarf að nota smjaðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum. Hann umkringdur slíku fólki. Þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan. Hann umkringdur fólki sem að segja hann sé snillingur, hann sé að gera allt þetta rétt. En veruleikin allt annar. Ég meina það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íransstríði á neinn auðveldan hátt. Nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stigmagnast bæði treyfst til annar landa, en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríkin líka. Þú meinar að þeir fara að nota kjarnorkusprengjur? Það einhvers stöðar, það var nú einhvern tímann í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvað hann kæmi úr raunveruleikasjónvarpi og í raunveruleikasjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með einhverju og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi að vaða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjarnorkusprengju. Það bara liggur í handritinu. Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum svo ef þú tekur Ísrael að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefðbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það ekkert að skipta stjórn. Því kenningin hefur, þú veist, John Bolton til dæmis, fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að það verði að skipta ríkisstjórn. Og gamli ayatollan sem var þarna áður, hann var sagður, hafi verið að trúarlegum ástæðum verið á móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hans sem eftirlifandi, sem búin að missa, konan hans var drepin í árásum, sonur hans og báðir foreldrar, þannig að hann nú engin svona, ég held að hann hugsi nú ekkert mjög lítið Bandaríkjanna eða til Ísrael. Hann hins vegar annar á skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn. Og þegar að Ísrael að sjá það ekki, þó að þeir hafi stuðning Bandaríkjanna sem ríkasta og öflugasta land í heiminum, í hernaði, þó þeir hafi stuðning Bandaríkjanna og þeir geta ekki með stuðningi Bandaríkjanna komið í veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum, þá getur maður að fara að ímynda sér, og það ekki komið að því núna, og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn. Ég var að biðja þau að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram og þá verðum við náttúrulega hugleiða hvert það getur leitt, því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verður maður náttúrulega að geta hugsað til enda en ekki bara afskrifa að það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Sko, það alveg ljóst að það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann að reyna að finna leið til að ljúka. Ég held að hann sé búin að átta sig á því. Hann getur ekki unnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeildarþingmanni í Bandaríkjunum að Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta þó þau vildu nota hefðbundnum vopnin. Og það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að líklegt að Íran muni gera, þá komin ákveðin hætta. Ég held að það sé meiri líkur á því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin en þetta alveg klárlega mjög hættuleg staða sem komin upp þarna en ég held að Donald Trump það hljóta bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundið vopn, það að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það skapi líka ákveðin hvata fyrir Trump að vera mjög frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi þá stöðu Taiwan vegna þess að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin bara ekki tilbúin undir og það talað þessi vopn sem búið að Tomahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabyrðirnar aftur. Þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Og svo spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran.
En mér finnst, já. Mér langar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem hagfræðiprófessor við Brown University. Við ræddum mest öryggismál og hann náttúrulega tók við fram Gauti að hann væri hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum, meðal bandaríska almennings og kjósenda, að Bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu. Og hvort sem að það nægir til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu, þá eiginlega kemur það fram að þetta bara ekki vilji almennings í Bandaríkjunum, finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskalands sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það bara engin vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu Bandaríkjanna í alheimspólitíkinni og þetta verið bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til að gera það. Á meðan að þetta var tekið svona ákvörðun þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá hélt þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá eiginlega ljóst, og það var mat Gauta, að þótt að Trump væri að þá myndi engin breyting verða á þessu. Bandaríkin að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sem svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamninginn sem náttúrulega byggður á NATO, en NATO án virkra þáttöku Bandaríkjanna náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkert hvað getur orðið, að það var ekki NATO eins og hefur verið hingað til. Hvað segir þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown? Ég vissi með þátt, ég er ekki ennþá búin að finna, að ég í prófatímabilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttinn, en sko Bandaríkjastjórn sem mér vitanlega hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu Bandaríkjunum álít á því hvað að gera í svona málum. Þú sér mér sem Íransstríðið, það farið í gang með það án þess að leggja það fyrir þingi. Það er ekki einu þingi er ekki einu með. Jú, en við vitum að frá Víetnam og ykkur fleiri að Bandaríkin eða voru allavega þannig lýðræðislegt samfélag að stjórnvöld get ekki gengið gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verður hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur frá almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona... Bandaríkin eins og forsetinn þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þess vegna við Donald Trump að tala að væri vopnahlé, þó að sé ekki vopnahlé, því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi, því að Íransstríðið er mjög ómissalt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, náttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkin svona 45% af öllu heimsækjunum. Og Bandaríkin voru miklu ríkara land heldur en það hlutfarslega, skilur. Það Bandaríkin eru kannski núna 15-20% af heimsækjunum, voru þá kannski 45%. Þannig að Bandaríkin hefði efni á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru Bandaríkin alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að Bandaríkin réðu öllu hjá NATO. Síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir Bandaríkjanna komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið afgangur af ríkisfjármálum í Bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða Bandaríkjanna orðið mjög slæm og það alveg ekki skrítið þó að almenningur í Bandaríkjunum fara að hugsa svo þegar að lífskjör almennings millistéttarinnar að verða verri og verri og innviðir í Bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hlutir sem eru úr lagi gengnir og almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga, allur gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni, þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að halda eins og Evrópuríkin, mistökin sem Evrópuríkin gera sem það þau halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma því og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999 að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar.
og sérstaklega verið að tala að taka Úkraínu, taka Georgíu, kannski Moldóvu. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum Bandaríkjanna að almenningur verði viðkvæmari fyrir svona málum og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna einn megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars. Það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma. Það var hans kosningaloforð. Og en hann hefur bara ekki staðið við það. Hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara Venezuela, þar sem hann rændi bara forsetanum á nokkrum klukkutímum, að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sig. Það myndi drepið einhverja leiðtoga þarna og einhverja vísindamenn og það myndi bara verða stjórnarskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald Bandaríkjunum, og Ísrael og gera eins og þeir sögðu, þar á meðal að afhenda olíu og önnur verðmæti sem að Íran hefur og allir vera góðir og sáttir og hamingjusamir það sem eftir er. Þetta bara gerðist ekki, loftar á sig duga ekki í þetta, en það er alveg að ljóta þegar þrengir að efnahag Bandaríkjanna, hlýtur almenningur að verði meðvitaður þetta, en ég samt vekja athygli á því að Íransstríðið hefur ekkert fengið, almenningur í Bandaríkjunum er mjög óánægður með Íransstríðið. Það held fer í gang, aðalega sennilega ákveðið í Tel Aviv, hvað á að gera, Netanyahu hefur vilja gera þetta. Já, en Hilmar, afstaða almennings hefur bara víst áhrif vegna þess að það er til dæmis ástæða fyrir því, hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið. Þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykkja áframhaldandi stríð við Íran. Það er vegna þess að almenningur... Stríðið stoppar ekkit þó almenningur séu óánægður. Ég meina, sérðu fyrir ég veit að almenningur, það er bara skoðanakannanir sýna það að almenningur í Bandaríkjunum er mjög óánægður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því? Ja, það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til að enda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður að ganga fram og við ekki ósigur. Þó að sé ekki vopnalega, að því hann vill ekki fara með þetta í þingi. Og þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit um. Nei, ekki Víetnamstríðið. Víetnamstríðið var undir lokin mjög óvinsælt. En það hélt áfram og það er náttúrulega því það er ekki útgönguleið. Bandaríkjamenn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og og það var orðið mjög óvinsælt og óeirðir í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þessu, en það var ekki útgönguleið. Íransstríðið er óvinsælt, en það er ekki, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Hvað getur hann gert? Hann getur bara lýst yfir sigri og pakkað öllu saman og farið, en þá er Hormúzsund lokað og áhrifin á heimsækkerfið eru ennþá sömu og Íranin geta að fara að innheimta gjöld af þessu. Og þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann er ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur maður sér enga útgönguleið. Hann er að leita útgönguleið og eflaust vill hann fá aðstoð frá Xi Jinping sem hefur mjög sterkt samband við Íran, keypti 80% af allri olíu sem kom úr Persaflóanum, og svo Rússland sem hefur sterkt samband við Íran. Eflaust muni þessi lönd sína meiri samvinnu þegar þau sjá að allt heimsækkerfið sé að fara fram að hengiflugi, en við erum bara ekki komið þangað ennþá. En ég get ekki séð auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leyti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember. En ég meina, hvaða útgönguleið á hann til? Það sama þó allir Bandaríkjamenn væru óánægðir með stríðið, allir Bandaríkjamenn, segjum bara 100% allra Bandaríkjanna nema Trump og einhverjir kringamenn í Hvíta húsinu séu á móti þessu stríði og vilja hætta því. Hvernig á að hætta því? Þannig að ég sé ekki þótt sé óvinsælt að það hafi svo mikil áhrif því það er ekki til útgönguleið. Og svo er líka annað sem er að gerast að það er verið að tala um að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr Persaflóanum og núna í Austur-Asíu er Indónesía nefnt þar ef Indónesía vildi taka tolla af af Malakasundi sem er milli Indónesíu og Malasíu. Jafnvel að Kínverjar taki gjald af því sem hver í getur Tævanstreit. Þú getur fundið svona Súesskurðurinn, Tyrkland, siglingaleiðin úr Svartahafinu. Danir getur tekið upp Eyrarssundstollinn aftur, sem var nú grundvöldurinn til velmegun Danmerkur. Danmörk græddi öldum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað eins og þetta segja, Eystrasaltinu.
Þeir fengu skaðabætur Danirnir þegar það var tekin af þeim Eyrarsunnstollurinn, það var einhverju skaðabætur sem ég held að hefur bara verið hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættust, sko. Það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tollinn. Þeir gætu lokað, sko, séð Rússland hefur aðgang að Eystrasaltinu í gegnum Sankt Pétursborg og svo hafa þeir líka út af gegnum Kaliningrad, en allavega siglingaleiðin í gegnum Sankt Pétursborg, það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu lokað því, þeir gætu gert það, ég veit ekki hvort þeir leggja í það, því að ég er ekki viss þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum, því þetta myndi geta leitt til styrjaldar, þeir eru alltaf að loka þessu, en þeir gætu fara að reyna að taka gjöld eða að loka þessu, þannig að þetta geti breiðst út að þetta voru talað frjálsa siglingaleiðir hérna áður fyrr. En ég sko, núna þetta bara sem Alþjóðaviðskiptastofnunin, hún var stofnuð til þess að minnka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur síðan koma Law of the Sea, það sem að lög hafréttarlög það að þetta séu alþjóðlega siglingaleiðir, það verið að brjóta þetta niður og þess vegna skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd tregðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta neikvætt, en samt sem áður þessi gjöld sem Íran að tala þau eru ekkert opaslega há, þau myndi ekki setja þó að sé $1 á tunnuna í viðbót, það myndi ekki setja allt á liðina, en það slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykkja annan að þeir muni ráða yfir Hormúzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem er orðið fyrir. Ég á erfitt með að sjá það fyrir mér og Bandaríkin mun ekki samþykkja það. Já, ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að þetta veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymum því bara. Það stefna Repúblikanaflokksins og líklega Demókrataflokksins að draga sig út úr Evrópu og þar með eiginlega út úr NATO, þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig meta stöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappírsins virði? Ég algjörlega ósammála því ég vil ekki vera að segja mikið því ég hef ekki hlusta á þetta viðtalið. Nei, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls. Já, ég leggja fyrir það. Nei, ég held því alveg fjarstæða. Varnarsamningurinn almennur samningur og ástæðan fyrir því að hann hefur eitthvað gildi svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuni af því að eitthvað sko, ef þú ætlar að stjórna Norður-Atlantshafi, þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin myndu ekki virða varnarsamningin að þeim ástæðum að þeim þykir vænt okkur. Ég ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þeir séu eitthvað að hafa miklar áhyggjur af því. Ég ætla ekki að segja það þó að örugglega einhverjir Bandaríkjamenn, sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir, hafi þykir vænt Ísland. Það eru örugglega margir til þannig. En það ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli. Það ekki það að við erum, talar þetta svo kallaða GI-UK gap sem frægt, það siglingaleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingaleiðin milli Íslands og Bretlands grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður-Ameríku fyrir árás. Þannig að þetta leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að ætla að fara að semja varnarsamninginn. Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala að semja varnarsamninginn upp á nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið, því þeir halda það að Norðurlöndin eða einhver lönd á meginlandi Evrópu munu koma að verja okkur ef Rússar ráðast á okkur, sem ég finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annarri stöðu. Sko, ég myndi segja það varnarsamningur við Finnland
Eistland, Lettland og Litáen og Noreg í miklu meiri hættu heldur en Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallaratriði til þess að verja Norður-Ameríku. Og það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hingað á sínum tíma, Mike Pence, til að segja okkur að við mættum ekki verið í belt og braut með Kína og engar hafnir og engir innviðir frá Kína á Íslandi. Náttúrulega væri sama með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum stundað viðskipti við þessu lönd, en engir innviðir hérna. Og það er ekki vegna öryggis okkar, það er vegna öryggis Bandaríkjanna. Ef við fyrir að semja varnarsamningi við Donald Trump, langar þig að fara til Washington, ef þú verið forsætisráðherra Íslands, og fara að semja við Donald Trump nýjan varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýjan varnarsamning, en þið borgið allt. Þið borgið allt. Og ekki bara það, að þið skuldið okkur einhverjar 100 milljarða eða 1000 milljarða, ég veit ekki hvað það er mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu í ykkur síðan 1951 og þau skuldið okkur aftan í tíma stórar upphæðir. Ef að þú væri forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvernig hann hugsar. Hann hugsaði að hann myndi segja að kröfu á Þýskaland, að Þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu þvegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkli landsframleiðslu til varnarmála. Sko, ef þú fyrir að semja varnarsamninginn og þú ert með maður sem Donald Trump í Hvíta húsinu, hann mun leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Hann mun líka gera kröfu allt sem allar varnir á Keflavíkurflugvelli í þágu Íslands verði greiddar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef ég væri í forystu fyrir ríkisstjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og Bandaríkjamenn að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp, en ekki að fara að tala að semja, ég meina, voru að tala að fara til Washington og semja við Donald Trump nýjan varnarsamning. Var það sem var að segja? Nei, það sem var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningunum byggði á NATO, að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikils virði. Sko, varnarsamning, sko, stórveldi, þau hugsa bara sína hagsmuni. Og þá bara að spyrja, hverjir eru hagsmunir Bandaríkjanna? Eru hagsmunir Bandaríkjanna? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að hver ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ýmislegt til þess að ergja Rússland, sem alveg óþarfi. Það er ekkert annað NATO-ríki gert það. En sko, þannig að ég hef ekki verið að búa okkur til óvina umfram það sem nauðsynlegt er. Við höfum fordæmt stríðið í Úkraínu og við tökum þátt í refsiaðgerðum, við höfum aðstoðað Úkraínu, þó hún sé ekki NATO-ríki, en við höfum ekki að safna óvinum, alls ekki, og við erum, sko, Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmuni. Það er alveg sama hversu fínn samningunum væri, hversu góðu varnarsamningur, hversu nýr hann væri og hvernig hann væri, ef hann ekki hagsmunir Bandaríkjanna, þá skiptir engu máli hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkeppni og þegar það er mikil hætta í heimum, þau eru hrædd, þá fara þau ekkert eftir samningum, nema þau bara farið því sem henta þeim sjálfum. Öllum samningum og lögum og öllu sópa út á gólf. Það er ekki tekið mark á því. Og ef að Bandaríkin fara eftir varnarsamningum við Ísland, þá er það vegna þess að það þjónar þeirra eigin öryggishagsmunum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað og var bara í mars að kenna og er að plana aðra ferð þangað núna á næsta ári. Og það er Eistland, Lettland og Litáen. Hvað skipta þau miklu máli fyrir Bandaríkin, öryggi Bandaríkjanna? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi Bandaríkjanna? Sára litlu máli. Og hin Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hugsa Miðausturlönd, Persaflóa núna eru aðaláherslan á það og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri forgang og að Bandaríkin síðan verja 32 lönd sem sum skipta öryggi Bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun. En því miður það gat aldrei gengið upp.
Hvað séru? Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma. Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig eiga Bandaríkin, akkur eftir þeirra að vera að eyða sínum peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldóvu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovétríkin féllu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við og þess ég segja við er það að Donald Trump eru alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðir skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland og tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varaforsetann, ég á erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varaforsetann til Íslands til að segja okkur að engar innviðaframkvæmdir frá Kína Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var það sem hann sagði bara við, takk okkur fyrir þetta, það út af því, þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirrita hann og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir Bandaríkjanna sem væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmuni alltaf og það er það sem ég veist Evrópa hafa klikkað algjörlega á, að hugsa svo að það er stórveldi að hugsa sína hagsmuni og ekki hagsmuni annara og það er Evrópa hefur einhvern veginn haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vina þjóðir okkar, að Bandaríkjunum myndi setja þeirra hagsmuni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæða að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsaði þetta sem businessmaður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir varnindar og svo framvegis að hann mun ekki, hann enda bara sagt það út af og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásarstríð í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðist á Evrópu. Hann hefur dreigið hvað eftir annað í efa, hann hefur dreigið hvað eftir annað í efa að Bandaríkin muni verja Evrópu. Svo er líka annað, taktu Newt Gingrich sem var forseti Bandaríkjaþings. Hann sagði það bara í viðtali, í stórum fjölmiðli, að Bandaríkin myndi ekki, það færi ekki kjarnorkustríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi samt í Pétursborg. Þetta var forseti Bandaríkjaþings. Þannig að það sem að, og hversu ekki, vegna þess að þetta svæði skiptir ekki neinu höfumáli fyrir Bandaríkin í öryggismálum. Þannig að ég myndi aldrei fara til Washington og láta það boð út ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við Bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það er alveg saman hvernig samkomulag ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli eru Bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmuni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórveldi nái fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að hann má ekki ofmeta gildi samninga og svo þessi hugmyndum að við séum farin í ESB og þá muni Evrópusambandsríkin koma og verja okkur á okkur ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, ég á eftir að sjá það og svo líka annað Hilmar, tala ESB að tala að við höfum að stofna her og þá erum við til að leggja í þannig. Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgíska. Ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég er ekki að segja að Rússland sé gott land, en ég held að Rússa líti ekkert á, sjáðu til dæmis og horfir á þetta með Rússland lítur á Úkraínu sem á sína áhrifasvæði og Trump er mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálinu, er það ekki rétt hjá mér? Já. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta svæðin í áhrifasvæði. Hættan með þegar hann er heita Xi Jinping, er það að Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasvæði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrædd að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir af því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasvæði Kína en ekki Bandaríkjanna. Í Bandaríkjunum er Trump valsarannum í Venezuela, hann er að hóta Kúbu og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig er þetta orðið. Heldur sé líkur á því að lönd sem eru í nágrenni við Rússland, með landamæri Rússland, er ekki áhrifasvæði Bandaríkjanna. Þetta er ekki þessi mér líki við þetta, ég veit ánægð með þetta, svona er þetta. Heldur að sé líkur á því að þeir sitja þarna kallarnir í Peking og Xi segir, ég verð að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúbu og þú skiptir ekkert af því. Þetta sé þannig. Nei, ég held að verði ekki þannig. Ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri forsetar að sumu leyti og svo er bara heimurinn breyttur.
hann orðinn margpóla og margpóla heimur miklu hættulegri og þegar þú komið í margpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkert mikið ákveðið á þessu fundi. Ég myndi spá með þennan fundir í Kína að það verði einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabönir kannski og einhverjar kaupa okkur Boeing-þotum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala einhverja ofurtolla núna því hann veit þá að það kemur bara tilbaka að Xi Jinping setur á hann klemmuvarandi sjaldgæfa mál, hann hefur ekkert leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög miklar byrðir á olíu sem alveg rétt, þeir hafa verið hyggnir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykkja þær og það líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tillögur, þá vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin sem og auðgun úran sem aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af. Þannig að bara sleppa því, þannig að Íran ekkert komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma litið þá muni koma að því að Kína sem útflutningsríkt hagkerfi að þeir muni ekki þola að annan að það verði samið því að ef að heimshagkerfi lamast að útflutningsríkt hagkerfi þá bitnar það á þér á endanum. Við erum bara ekki komið þangað enda og þannig að ég hef ekkert mikla, veit ég hvað skoðum þú hefur þessum fundi í Peking, ég hef ekki trúað því að það komi mikið út úr honum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir máli að þessu lönd talið saman og svo framvegis, en þetta sé einhverju vinafagnaður, það algjör fjastað. Þetta eru samkeppnisaðilar og það það sem ég finnst vera svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega með þetta Evrópu, að það tala svo mikið um einhver vináttu sambönd og eitthvað svona, eitthvað menn fara að gera hvorum greið. Þetta snýst allt um samkeppni og hagsmuni. Stórveldi eiga hagsmuni og enga vini. Og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt svona prinsip í alþjóðasamskipti með það. Þú lætur þinn andstæðing og keppni til friði þegar það að gera vitleysu. Og Trump gerði reginmistök, hann örugglega búinn að átta sig á því, hann gerði reginmistök með Íran að stríðir orðið mjög óvissalt í Bandaríkjunum, það eru kosningar framundan og hann á ekki útgöngu leið og ég býst í því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vilji bara leyfa Trump að vera veikur í allavega einhver tíma og síðan mun koma að því að það verður reynt að semja en ég held að það verði að gera töluverðar tiltakanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millinguðali, þeir áða kannski ekki miklu í þessu, þeir hafa orðið gríðarlega illa úti vegna hækkunar olíuverðs, mjög illa. Herðu, Hilmar, og þannig að þeir munu gera allt niður geta. Við verðum að setja kommu á þetta, við höldum áfram að tala um heimsmálin áfram í framtíðinni, en núna eru sveitarstjórnarkosningar framundan, þú ert á Akureyri, ertu spenntur fyrir þeim? Ég svona meira í alþjóðamálunum, veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa? Nei, ég hef ekki hugmyndu það. Ég veit þess að það eru margir listar, það eru óunni margir listar sem eru í boði. Já, ég var að skoða þetta. Ég mæti allavega að kjörsta. Það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja þið inn í þetta bara núna í kvelli. Já, ég skal bara gera það leið og ég er búin að slíta þessu. En í guðanabænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning. Gerði það ekki strax allavega. Ég held að ég yrði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala um að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur ég þarf að hlusta á þetta viðtal ykkar og allt það. Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá eru varnir Íslands líta Bandaríkin á það út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá... En málið það Gunnar Smári, það sem hefur bjargað Íslandi að hagsmunir Bandaríkjanna ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman. Hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undantekningar, en við getum kannski rætt að setja. Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bili. Gaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, við ætlum að halda áfram við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir.
Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is